Verið velkomin hingað í Hvíta húsið. Það fallegt vorkvöld og við horfum björt til sumarsins sem framundan Mig langar að byrja á því að lesa hér upp úr bók sem ég held svolítið upp á. Þar texti sem hljóðar svona. Þetta eru heilræði og það hljómar svona: Vertu vingjarnlegri en nauðsyn krefur, vegna þess að hver sá sem á vegi þínum verður á í einhvers konar stríði. Hvöss tunga getur skorið þig sjávar og háls. Viljirðu að drauma þínir rætist, máttu ekki sofa yfir þig. Af öllu því sem þú klæðist mikilvægast hvernig þú tjáir þig. Hamingja lífs þíns byggir á gæðum hugsana þinna. Þyngsta byrðin sem þú getur borið gremjan. Það eina sem þú getur gefið og haldið í senn loforð þitt. Þú lýgur mest þegar þú lýgur að sjálfum þér. Ef þið skortir kjark til að byrja, ertu þegar búinn. Hið eina sem ekki hægt að endurvinna tíminn. Hugur þinn eins og fallhlíf, hún gagnslaus nema hún sé opin. Það aldrei of seint að verða það sem þú gætir hafa orðið. Þolgæði þitt mælikvarði þess hver þú trúir á sjálfan þig. Og það nákvæmlega það sem að mér fellur fyrst í hug þegar ég velti mig fyrir því mér hversu auðvelt að fá fólk hér í þessu sveitarfélagi okkar til að taka þátt og vera með þegar slegið í klárinn. Hér búið að opna allt sveitarfélagið, vinnustofur, myndlistarsýningar og eitt og annað sem fólk að bjástra og bístra við á hverjum degi. Mismerkilegt, misstórt, en svona það í mannlegu samfélagi. Við metum allt það framlag sem að fram sett og það margt sem að fólk að gera og við sjáum það með mismunandi augum og mismunandi glerugum, en það allt merkilegt þegar allt saman tekið. Og það þess vegna sem okkur tekst að hafa hátíð á borð við þessa 4 daga hátíð sem voru í Árborg Það stóra og það smáa, allt minnir þetta okkur á þetta samfélag okkar, samfélag fólks í stórum og smáum viðfangsefnum. Allt þetta okkur mikilvægt. Menningin blómstrar þegar einhverju til í að leggja á sig að skapa hversu mikilvægt eða merkilegt, ómerkilegt, það okkur finnst það, allt skiptir það máli. Við erum rík af slíkum einstaklingum og hópum í okkar samfélagi og samfélagsvitund hverju sinni ákaflega mikilvæg annars vegar með framlagi þessara einstaklinga og allt það sem þeir að gera, hvort sem það á sviði myndlistar, tónlistar, hugverka, ýmiss konar, eða hverju nafni sem við nefnum það. Menning eitt víðasta hugtak sem að ræða og það sem meira að hún hafin yfir argaþras og dægurþras hversdagsins. Þar má alltaf horfa til sólar. Það einstaka maður í menningu sem horfir líka á þína dökku hliðar, en allt þetta menning. Þetta inni í þessari stóru miklu kúlu. Ég hefði viljað sagt hafa hér í þessu ávarpi mínu að síðasta árið, allt frá árinu 2012, fyrir árið síðan, þá útnefndum við afar mætan mann, menningarviðurkenningu sveitarfélagsins sem Jón Ingi Sigurmundsson og hann hefur lagt margt til sinna verka í gegnum árin í tónlist og myndlist og ýmsu fleiru. Og ég ætla að fá Jón Inga til að standa bara upp þar sem hann hérna og ég bið að gefa honum sérstaklega gott klapp. En í kvöld þá heiðursnafnbótin af Jóni tekinn og færð öðrum. Við sjáum það síðar í kvöld. Nú við erum svo heppin hér líka að hafa með okkur hljómsveit sem að hefja sín glæstu spor. Það vita það allir sem að tilþekkja að tónlist á ákaflega sterkar rætur í þessu samfélagi
hvort sem það er á sviði kóratónlistar eða hljómsveita, og þar ekki síður, það má segja í raun og veru að þessi upphafsspor þeirra að vinna músíktilraunir, sagan segir það að hljómsveita sem þar hafa unnið hafa öðlast heimsfrægð. Og við óskum þess svo sannarlega að þeir munu njóta hennar í framtíðinni. Guð gefi það. En gott og vel, góðir gestir, ég ætla ekki að orðlengja þetta frekar. Ég vil þakka menningarnefndinni og starfsmanni menningarnefndar Braga Bjarnasyni fyrir hans óeigingjarnir störf og eins henni Kristínu Báru Gunnarsdóttur sem hefur aðstoðað okkur við undirbúning hátíðarinnar. Það yfir 50 atriði í boði og ég veit að fólk hefur tekið gríðarlega virkan þátt í þessu. Þau sögðu mér það eldri borgarar í dag upp í Grænumörk að þar hefur verið á 300–400 mann sem hafi sótt þau heim bæði í gær og svo í dag komið á 300. Gríðarlega mikil þátttaka og mikil rennir og fyrir það erum við auðvitað mikið þakklátt. Það síðasti dagurinn eftir á morgun og ég bið ykkur að gaumgæfa dagskrána vel og taka þátt. Því að þannig sýnum við best virðingu fyrir því framlagi sem fólki að leggja hér á sig í bæði smáu sem stóru. En gott og vel, við ætlum að halda hér áfram og þegar við erum að koma saman þá eigum við að gefa tækifæri ungu listafólki eins og því reyndara sem við gerum hér sannarlega í kvöld. Við erum með okkar heimafólk, okkar besta fólk, eða eitt af því besta eða margt af því besta. Og sömuleiðis það kynnir kvöldsins sem mér fannst alveg eindregið sniðugt að fá hér til að koma og stýra samkvæminu. Nýkjörinn formaður í nemendafélagi Fjölbrautaskóla Suðurlands, vann þar kosningu eftir sem skilst með glæsibrag, Markus Árni Vernharðsson, og nú stígur hann stokk og tekur úr sér hrollinn við nýju formannsskóla með því að stýra hér samkvæminu. Gleðilega hátíð! Ég vil þakka Kjartani kærlega fyrir þetta og sömuleiðis ykkur fyrir að koma hér í kvöld. Dagskráin í kvöld þétt skipuð af afbragðs tónlistarfólki frá Suðurlandi og fyrst á svið eru nemendur Hlínar Pétursdóttir úr Tónlistarskóla Árnesinga og þau ætla að spila nokkur suðurann og léttlingandi lög og hljómsveitina skipa Elín Jóna Jónsdóttir, Gunnlaugur Bjarnason, Hafdís Elva Hjaltadóttir, Soffía Guðrún Karlsdóttir, Sunna Sigurðardóttir og Unnur Þórusdóttir sem syngja. Á básúnu spilar Gunnlaugur Bjarnason, á þverflautu spilar Inga Þórs Ingadóttir, á slagverk leikur Arnar Freyr Guðmundsson, Birkir Pétursson, Njáll Lögdal Árnason og Ragnar Geir Brynjólfsson leikur á bassa. Með þeim verða kennararnir Örlygur Benediktsson og Hjörtur Hjartarson. Gefum gott klapp. Da
búsettur á Eyrarbakka og hálfgerður Stokkseyringur og þaðan af síður Vestfirðingur, eða ekki síður nei, í framhaldi. Hann heldur því svolítið fastir haga. Og nýr nefndarmaður í menningarnefnd sem við erum þakklátir fyrir að hafa, Þorlákur H. Helgason, að við þurftum að ráða ráðum okkar og finna út úr því hver ætti að hljóta þessa viðurkenningu. Og það fylgja því hvorki peningar né stórkostleg vegsemd, aðeins viðurkenning fyrir þau störf sem að menn hafa lagt til. Og við vorum sammála um það eftir talsverða yfirlegu að menningarviðurkenningun árið 2013 hlyti rithöfundur sem hefur lagt margt fram til þessa samfélags á löngum starfsferli. Hann hefur oft haft talsverða peningaumleikis og tók talsvert í nefið tíma. Hann gerir það ekki lengur. Það Guðmundur Kristinsson og hann ritaði sögu Selfoss bæði 1 og 2. Hann hefur starfað hér í sveitarfélaginu. Hann fæddur í Litlu-Sandvík í Flóa 31. desember 1930 og hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík 1951 og starfaði á námsárunum við húsasmíðar með föður sínum, staðarsmiðnum Kristni Vigfússyni hér á Selfossi. Hann var við landbúnaði í Danmörku og Þýskalandi 1,5 árs skeið og réðist síðan 4 vertíðir í Þorlákshöfn. Hann réðst til útibús Landsbanka Íslands á Selfossi vorið 1957 og var aðalféhirði þess frá 1965 til 1993. Guðmundur hefur ritað margvísleg efni í héraðsblöð og kaflann Selfoss í sunnlenskum byrðum sem kom út 1981. Hann samdi og gaf út 1983 bókina Heimur framliðina 43 ára miðistar Bjargar Ólafsdóttur og endurminningar föðursins Kristins Vigfússonar staðarsmiðar og svo ritaði hann sögu Selfoss 1 og sögu Selfoss 2 og við bíðum þeirrar stundar að við getum ákveðið það formlega að ritum sögu Selfoss 3 farið fram. Þá ritaði hann og gaf út bókina Styrjaldarárin á Suðurlandi 1998 og í annar útgáfu 2001 og árið 2003 til æðri heima. Guðmundur þannig gerður maður að hann kaupir ekki alla hluti hráa og eftir hvað ég segja Nóbelsverðlaunahafar þeir taka ekki alltaf við sínum viðurkenningum og Guðmundur lét í tvennt skína þegar að við ræddum við hann eftir að viðurkenningi var ákveðin að hann lét í tvennt skína það væri möguleiki að hann kæmi og hann kæmi ekki og það niðurstaðan og það var sameiginleg niðurstaða okkar í menningarnefndinni að halda okkur við þessa niðurstöðu útnefningu okkar á menningarviðurkenningu árið 2013 með platta og blómum og öllu þeim heiðri sem viðurkenningunni fylgir og þeim sóma sem að baki henni stendur. Guðmundur Kristinsson því miður ekki með okkur hér í kvöld og það mun vera okkar í menningarnefnd, okkar þverpólitísku menningarnefnd að finna út úr því hvernig við afgreiðum málið. Sennilega verður héraðsskjalasafnið fengið til liðs við okkur, en þetta niðurstaðan. Guðmundur Kristinsson hlýtur menningarviðurkenningu árið 2013 og ég vil biðja ykkur sem hér eruð að gefa honum gott klapp. Lengra nær það mál ekki og Magnús Árni Vernharðsson kynnir kvöldsins. 2012,
Markus Árni, hann hér. Hann ætlar að halda áfram í næsta atriði. Þetta var enda sleppara en ég ætlaði. En nú höldum við áfram í næsta atriði kvöldsins. Ég ætla að kalla hljómsveitina Red Robot upp á svið. Gefum við gott klapp. Þannig að þegar við eigum svona glæsilega unga fulltrúa frá sveitarfélaginu, leikandi listir sínar á opinbera vísu. Ég get sagt að í leiðinni á með þeir að svona stilla hérna upp að 1981 eða 2, var það ekki eitthvað? Nei, jæja. Ég var einu sinni hljómsveit og við ákveðum að taka þátt í músíktilraunum í Tónabæ. Og eins og ég sagði áðan þá hefur þetta oft orðið upphaf mikillar vinsælda hjá hljómsveitum. Og við vorum með Hilmar Þór Hafsteinsson kennara í Gagnfræðaskólanum, nýbúinn að vera að kenna okkur hérna í Gagnfræðaskólanum og þá gerist hann umboðsmaður hljómsveitarinnar. Og það var ákveðið og af því ég sé hana Hafrúnu hérna þá man ég að hún var þarna á fremsta bekk og Þórdís dóttir hans Þórðar og margar fallega stúlkur voru á fremsta bekk. Þetta var svona stillt upp hérna svona. Og við fórum í Tónabæ með 2 rútur mannskap, ákvaðum að keppa í keppninni og þá kom það upp á dúrnum, við áttum að spila 4 lög, við vissum það nú. En þá voru okkur sagt það að ætti að spila 4 frumsamlög. Og það hafði verið smá misskilningur milli umboðsmannsins ágæta, Hilmars Þórs, og umsjónarmanns keppninnar að við vorum bara með 2 frumsamil og 2 eftirlíkingar. Og við spilum þá vandamáli var það að við vorum lentum í öðru eða 3. sæti þetta kvöld, við varum ekki hvort það var, en við fengum bara atkvæði fyrir 2 lögin því það var kosið í salnum og við vorum hann með okkur. Þannig við vorum næstum bara að vinna þrátt fyrir að fengum bara atkvæði fyrir 2 lög. En það var einhver önnur hljómsveit sem var og ég man ekki lengur hver hún var. En svona var saga okkar í músíktilraunum 1981, 2 eða 3. En hér komin á sviðið hljómsveitin Red Robot og fyrir hönd menningarnefndar og bæjarstjórnar af því að fá að þakka þeim fyrir það að vera merkisberar okkar og ég óskaði svo sannarlega þess að á næsta ári og næstu árum haldi þeir áfram að vera merkisberar okkar og ég trúi því. Ég kom hérna hjá þeim daginn, þeir voru hérna með tónleika í Hvíta húsinu og þá mundi ég nú öll nöfnin. En ég geri það nú ekki lengur, þannig ég fæ nú Gunnlaug til að hjálpa mér í því. Ég þekki Gunnlaug og hans nafn. Viltu kynna hljómsveitina hérna fyrir gestunum? Já, þakka þér fyrir gestan. Nú, ég heiti Gunnlaugur og síðan höfum við hann Pálma hérna. Já, Kristján Pálmi Ásmundsson og Daði Freyr Pétursson og Guðmundur Einar Vilbergsson. Þá ætla ég að færa þeim hér lítilsháttar þakklætisvott fyrir þátttökuna með okkur hér í kvöld og smá blómvönd sem líka þakklætisvottur. En fyrst og fremst það hugurinn. Þið eruð okkar merkisberar og við trúum og treystum á ykkur. Gefið þeim gott klapp þessum herramönnum. Hei. Við erum Red Robot. Við ætlum að spila 2 lög. Og fyrsta lagið sem við ætlum að spila það heitir Dancing Away from the Bombs. Já, gjörið þið svo vel. Mér það.
therefore wherever I'll be. Næsta lag sem við ætlum að taka heitir Blackout og nýjasta lagið okkar. Það nú lítið þessi lög að segja svo sem og við erum ekkert mikið fyrir að tala. Þannig að það kannski Daði, hann við erum bara að spila. Já. Þetta lag heitir Blackout. Gjörðu svo vel. Softly, your hand touches mine. Softly, our worlds begin to align. Supposed to be like waking up to a bird song, but instead I hear the bells call. Softly, your hand is holding mine.
Softly, our worlds are in a line. The words that I spoke were like ice on your mind. And the words that I wrote were the words I couldn't find. Softly, our worlds reach their place. I can see the look that's beginning on your face. Goes to show that men will have their day.
og við náum kannski helming. Hvað eru þið margir? 30. Það er rétt rúmur helmingur kórsins, þannig að þetta er svona þegar það fer að koma fram á sumarið þá er menn komin út hveitinn á pappinn. En þó að það sé nú mistur úti að þá ætlum við að minnast þess að það getur verið dásamlegt í logni og blíðu og syngjum fyrir ykkur Bellmann, logn og blíða. Blíðumann sól. Logn og blíða sumar sól, signir fríðan dal og hól, allt í fjöri íðar titrar angar blóm fyrrum góm. Fjallar ganga físir þá, ferða langa stór og smá, fjalla tinda laða lokka löngum magnast brennur þrá. Hæstur á kynda við fagnandi förum, áfram hærra, upp við skulum lá. Hæstur á kynda við fagnandi förum, áfram hærra, upp við skulum lá. Það var nú ekkert á dagskránni að ég myndi segja hér miklu börn. En einhvern veginn er það þannig að við verðum að fanga augnablikið. Kjartan, hann nefndi mér það sem strandarbúan og Vestfirðingi líka. Og sigurvegararnir sem spilaði hérna áðan, Rektor og Bót, þeir voru einmitt mjög góð blanda af Suðurlandinu og Vestfjörðunum. Það var nefnilega eitt Vestfjörðingur í hljóttinni. Guðmundur Einar Vilbergsson sem býr á Eyrarbakka. Þegar ég kom hérna áðan, þá hitti ég hann fyrir utan og hann veit það að við Vestfirðingar og Ölfinningar, við eigum sumarhöll á Sólbakka í Öndafirði. Það er með þessu tónleikasveit þar í garðinum. Og þeir spurðu, getum við farið þarna vestur til þess að semja tónlist? Ég sagði að það var allt upptekið að þið getur farið miðjan september. Meðan þeir léku lögin sín, þá fór ég í, eins og við köllum þetta, einsmanns stefnumótun. Þá náttúrulega reyðjast það fyrir mér að við eigum eina viku frátekna fyrir félags- og menningarstarf. Það er vikan eftir Verslunarmannahelgina. Og til þess að innsigla enn frekar hið góða mannlýs- og menningarlega samband Suðurlands og Vestfjarða. Þá ætla ég í nafni okkar Ölfinninga og þá Vestfirðinga að gefa hljómsveitinni þessa viku á Sólbakka. Þannig að þeir fara vestur helgin eftir Verslunarmannahelgi. Halda tónleika, semja tónlist eða gera bara hvað sem þeir vilja. Mummi, hann náttúrulega þekkir þetta, var á Vestfjörðum, bjóða lengi vel með foreldra sínum fjölskyldu og Gunnlaugur, Sunnlendingurinn, hann þekkir þetta líka. Hann hefur búið, hann náttúrulega býr hér á Sólbakka við Austurvegir, en hann hefur búið þarna fyrir vestan eina helgi á Sólbakka. Fór í fermingarveislu með pabba sínum í bóðinu og bjóða á Sólbakka. Þannig hann þekkir þetta og þeir vita það að fjöllin og það sem það er, að það er bullandi andi þessu og umgjörðin góð til sköpunar, listsköpunar og tónlistarsköpunar. En þetta sé svona,
þetta er kannski dæmi það líka hvað okkur nýbúunum hérna á Suðurlandi, hvað okkur líður vel með ykkur hérna innum innfættur sem er búin að vera lengi. Hvernig menn á saman í svona menningarlegri umgjörð og síðan bara listsköpun líka. Og þessi hljómsveit, Rétt Robot, búin að dæmi það. Suðurlendingar og Vestfirðingar saman. Og ég segi bara við strákana, góða ferð vestur. Taka við Kristjana Stefánsdóttir ásamt tríói. Þar leika Guðmundur Pétursson á gítar, Jóhann Ásmundsson á bassa og Birgir Baldursson á trommur. Þau ætla að taka nokkur lög, gefum þeim gott klapp. Góða kvöldið og gleðilega hátíð. Ég satt út í Salavan þegar Kjartan fór að tala músíktilraunir og þegar Lótus keppti. Ég var í annarri rútinu og satt á Fremstabekk og gargaði og volaði keppt með Lótus. Ég man reyndar ekki hvaða band vann þarna endanlega, en Lótus var málið á þessum tíma. Eins og við sjáum þau eru hérna með stórskotalið með mér og við ætlum að það sem þetta eru miklir snillingar og hafa að spila mikið blues í gegnum tíðin og ætlum að leika fyrir ykkur nokkur blueslög, bæði eftir undirritaða og aðra og byrjum á lagi eftir mig sem heitir Better Days Blues.
Næst ætlum við að taka lag eftir gamlan blúshund sem að kallast Percy Mayfield og hérna ég held að ég hafi sungið þetta fyrst einhvern tímann hérna á hóteli með litla jazzkvartettinu þennum árið. Kannski fyrir svona 15 árum síðan eða eitthvað. Og það hafði heilt þetta með söngkonu sem að heitir Sardei. Þú var náttúrulega grínst með æfingu daginn sko hvort maður sagði Sardei eða Sadei eða Sade, var það ekki? Seidi. Það er mikla konfliktur. En þetta heitir Send Me Someone to Love. Heavenly sent to
Það til síðast að kynna hér, eins og Ölubalinn til að kynna þessa stráka, stórkostlegu snillinga. Undrabarnið og blúshundurinn Guðmundur Pétursson á gítar. Trómur snillingurinn Birgir Baldursson. Og við Jó erum að spila saman í fyrsta skipti. Fyrir þá sem eru mikið inn í tónlist, þá er þetta bassalekarinn úr hljómsveitinu Messoforti, Jóhann Ásmundsson, gefa hann gott það. Og hann fékk bara jobbið að því hann er svo líkur Gísla bróður í útliti. Það tekið eftir því. Djók. Það syngur örugglega jafn vel á Gísli. Heyrðu, þá ætlum við að spila næst blues sem er eftir Horace Silver og heitir Jody Grind. Og fjallar aðeins að hugsa, setja þetta smekklega fram. Það fjallar svona hjónabönd þar sem að karlmaðurinn er í hálfgerð útgerð, er annarkvort sjómaður eða tónlistarmaður eða læknir eða einhver svona maður sem er aldrei heima hjá sér og mikið í burtu að vinna og svona. Eins og við tónlistarmenn alltaf að túra og eitthvað svona. Og boðskapurinn er í rauninni að hann þurfi að vera ekstra góður við konuna sína því annars, meðan hann er í burtu að vinna, þá kemur Jody og stelur henni frá hann. Þetta er bara svoleiðis. Lítill blues sem heitir Jody Grind. Well, Jody's got your woman.
tonight. Það er alltaf rosalega gaman að koma og spila hérna heima á Selfossi. Næsta lag er eftir mig. Hún er sömu flötu og fyrsta lagi sem flötum. Og við höldum hópi nokkrar Selfosskvísur í Reykjavík. Við erum 7 saman í hóp og erum mjög duglegir að hittast og styrkja vinaböndin. Og alltaf eins og við öllum vinahópum og þá leikur lífið okkur misvel og svo videre. Og margir þá lendi í ástarsorg og öðru. Og við erum alltaf svona einhvern veginn fyrir hver aðra, stelpurnar. Og einu sinni svo oftar þá var ein úr hópnum. Var búin að vera fram og tilbaka með óslega leiðilegan strák sem fór ekki rosa vel með hana. Og við vorum alltaf tuðin að segja hana að hætta með honum. Og þau voru alltaf hætt að byrja og eitthvað svona. Og svo einhvern tímann ég þetta var bara páska 2008. Það var ég í bústað við Grímsnesi hjá vinkonu minni og þessi vinkonu minni og þessum vinahóp hringir í mig grátandi í símanum bara það var ömurlegur, þetta var ömurlegt og hann var ömurlegur og þetta var ömurlegt og já, ég veit það, já. Og svo klárum við símtalið og bara leið og ég legg þetta var ekki legg niður tólið, þetta slekk og fast símanum og þá bara kom þetta lag og það heitir You Left Me Crying og ég er svona mannskja sem þoli ekki bíómyndir sem enda illa, ég er svo væminn einhvern veginn innst inni þó þetta sé svona erfiðleika og lítið samt þetta lag enda geðveikt vel. Þannig að það byrjar á blues sem endar vel, það allavega er björt framtíð í loka erindinu, You Left Me Crying.
það. Hún komst að hann hélt framhjá og var alveg brjáluð. Frekar drekki gruggugt vatn og sef út í... Ha? Já, og sef út í hólum ból. Það er þessi stingin. Hollow lock, sem sagt. Það eru bara ekki svona hólir bólir á Íslandi. Það bara séu hérna eitthvað stórt og blett. Það komið að loka laginu hjá okkur. Og hérna ég ætla að ákynna bandið aftur. Á gítar Guðmundur Pétursson. Á trommur Birgir Baldursson. Og á bassa Jóhann Ásmundsson. Og svo heitir ég Kristín Eskjörn. Ég ætla að enda þetta á lagi sem heitir Sugar in my bowl og er gammalt lag frá Bessie Smith sem að söng þetta 1930 eitthvað og bara að fá að segja það að við hefum hérna blómönd til þess að gefa fegustu blómarós ættarinni hér úr sveitarfélaginu, ekki bara því hún heitir Kristjana, heldur vegna þess að hún er nafna ömmu sinnar úr Hrefnutanga sem bakaði bestu eplaskífur í heimi og hér líka Kristjana og Arnold Falk Pétursson, afinar sem er hér með Úlfónum og gerði það alveg fram í aðdátið og skiljanlegt. Og mesta snillimenni sem ég hef þekkt, hann lét klippa sig á 10-15 daga fresti. Elsku Kristjana, þú ert okkar blómarós og ég er í andans afaðins að gefa þér bláa rósir, ekki rósarhúsir, en blá blóm og ég vil þakka þér fyrir að vera til og þakka þér fyrir að þykja svona vænt þína heimahaga. Þú ert og verður okkar stuðningur, styrkur og stóra brós. Gefið Kristínu gott af. Þetta var óvænt. Það er skemmtilegt, ég að gefa ykkur blóma eftir strákar. Já, ég ætla að halda fram með söguna. Þetta lag sem heitir Sugar in my bowl, gammalt Bessie Smith. Var ekki 1930. Mjög snemma á síðustu öld sem hún var að syngja og við vorum að ræða þetta. Ég heyrði þessa útgáfu fyrst mér krossbrá vegna þess að þetta var eiginlega nánast klámfengnir textar og þá sagði Gummi mér, hann gerði einhvern tíma prógram með Andrew Gilva þar sem að þau tóku hennar fyrir og þetta er ekki eins og sko talað undir rós, þetta er bara allt upp á borði. Þetta er svona, hvað sagði það? Ég man ekki alveg hvað ég sagði þetta væri. Ég man bara til þess að finna allt efni í prógramið þá þurftu að leita til Dittu nokkurar klámskálds. Hún var sérfræðingur í þessari tónlist. Það var málið. En það sem ég er svo vel upp alinn og þá fannst mér of mikið að syngja hennar orginaltexta. Nina Simone gerði svo aðeins dannaðri texta seinna og ég ætla að flytja hann hér. Hann er aðeins undir rós en það samt skilst alveg hvað er verið að tala um. Sugar in my bowl. Want a little sugar in my bowl. Want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny and I feel so sad. Want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up. So there you go. What's the matter, Daddy? Come on and save my soul.
little sugar in my bowl. I ain't fooling, drop of sugar in my bowl. Ooh. Takk fyrir það. Þá bara einn blús bes og svo förum við heim. Og það er blúsinum vondu stelpuna sem að leikur sér að kallmennu. Við fengum sér að tæmir vasana þeirra og henda þessu út á Ballarhaf og tek bara næsta. Þetta óþekk. Það er ekki ég sko, það er önnur Ella.
Þetta var skemmtilegt.